Komið sælir og blessaði kæru krabbar. Nú komið að lestri fyrir ykkur. Við erum aðeins að kíkja á samband eða rómantík í þessum lestri. Hvort sem að það er samband sem að þú ert nú þegar í eða einhver sem varst að horfa hér eitthvað til. Einhver ást á ferðinni. Við byrjum á þér hérna megin, hinum aðilanum. Hérna megin og svo í miðjunni verður svona eitthvað sem er sameiginlegt fyrir báða aðila. Ok. Þá er okkur ekkert að vanbúnaði. Byrjum bara. Við erum búin að draga hérna bunka fyrir ykkur. Fyrsta spilið. Slepptu tökum. Tíminn er búinn. Eða tímabilið er liðið. Ok. Hvað er það sem þú þarft að sleppa tökum á, kæri krabbi? Þarft að sleppa tökum á hinum aðilanum eða er það eitthvað í fortíðinni þinni? Það er allavega eitthvað sem er að halda þig föstum. Eitthvað sem er nú þegar búið, liðið hjá og verður ekkert meira úr. En sem að þú virðist halda í ennþá traustataki. Það getur til dæmis gamalt samband. Skulum sjá hvað hinn aðilinn fær. Ok. Hér fáum við það sem að kalla red flag, rauður fáni. Hafðu varan á þér og taktu eftir aðvörunarmerkjum. Það getur verið eitthvað varðandi hinn aðilann sem ekki er gott fyrir þig. Eitthvað sem þú átt að vera vakandi fyrir. Það getur verið eitthvað við karakterinn hans eða við fortíðin hans. Eitthvað sem segir þér að þú ættir ef til vill að fara varlega í þessum samskiptum. En ástin spyr svo sem ekki að því. Þannig að þetta er aðvörun sem að þú ættir að hafa í huga. Það getur líka verið hinn aðilinn sem er að hugsa þetta varðandi þig. Það fyrir eftir hvernig samband ykkar er og hvort þið þekkist. Ok. Aha. Það er stúlkan með snákinn. Að vera notaður eða að vera tældur. Meðvirkni er hérna og skortur á sterkum mörkum, boundaries. Og síðan er það þetta samspil á milli þess sem er ofurnæmur og þess sem er ofur sjálfhverfur. Þetta gæti verið partur af þessari aðvörun sem kom hérna áðan. Að hinn aðilinn er kannski ekki mikið til að búka upp á og þetta vill bara óheilbrigð tenging sem að geti skapast á milli ykkar. Þetta gæti líka verið það sem að þú þarft að sleppa tökum á í fortíðinni þinni. Ef þú hefur verið í óheilbrigðu sambandi. Þú veist það best sjálfur. Og það að sleppa tökum á einhverju sem að þessi lýsing á við. Það er nú bara því fyrr því betra. Því að það er ekkert fyrir þig þarna, engin næring, engin gleði. Þarna er bara óheilbrigð tenging á milli sem að dregur bara mátt úr hinum aðilanum og veldur óhamingju. Við skulum sjá hvað kemur meira. Elding. Það er skyndileg breyting. Fréttir sem sláðu út af laginu. Eitthvað sem kemur á óvart. Getur verið einhvers konar ljósapera sem kviknar skyndilega á. Það er að segja þú farið einhverja hugljómun.
Þetta allavega mikil breyting og eitthvað sem að svona hristi stoðirnar. Þá það spurning hvort að það sé verið að tala þennan aðila hér eða hvort að hann sé að hugsa þetta til þín. Það allavega búið að koma svolítið mikið af aðvörunum og neikvæðum spilum hingað til. Þetta breyting sem að þú átt ekki von á. Við skulum bara halda þess áfram. Hérna verið að tala munin á þrá og ást. Ástin ásamt þránni, þegar það tvennt fyrir saman, þá þetta að skapa sterk bönd, sterkar tengingar. En þráin ein og sér, hún getur tælt þig án þess að það sé nokkuð tengt ástinni. Þannig að það þarf að vera ást með í spilunum ef að tengingin á að vera einhvers virði. Og hérna það hvað stapulegt það að fara í gegnum þetta líf eða að yfirgefa þetta líf án þess að segja þeim sem þú elskar tilfinningar þínar. Því að það eina sem dabrar en það að fara í gegnum lífið án þess að elska. Þannig að það hvatning hérna að segja hinum aðilunum hvernig manni líður og að tjá sig skýrt. Það getur átt við þig og eins hinn aðilann að þið tjáu ykkur gagnvart hvorum öðrum. Og ef til vill þetta eitthvað sem hefur átt sér stað á milli ykkar að þið hafið, ef þið hafið þekkst, að þið hafið kannski borið tilfinningar til hvers annars en ekki láta þær í ljós. Ok. Þá það spil sem talar að gefa hlutunum tíma. Þú ert að reyna of mikið, þú ert að þrjóskast við, gefðu þessu tíma. Ok. Sumu ekki hægt að flýta. Ég segi alltaf að það ekki hægt að toga grænmetið upp úr jörðinni til að flýta fyrir vexti þess. Það verður að fá að spretta á sínum eigin hraða. Þannig að sýndu þolinmæði með því að vera að ýta of mikið á eftir eða að reyna of mikið, þá getur verið að skapa hindranir í staðinn. Hinn aðilinn fær spil sem að myndi þýðast eiginlega kynferðisleg sameining, að virða þennan stað í hvert öðru eða hverjum öðrum þar sem þið eruð eitt. Það að segja þessi tenging sem skapast í kynlífi þegar að bæði þrá og ást fara saman. Það áhersla á það hér, kannski það eitthvað sem þessi aðili þráir, ef til vill þetta eitthvað sem þið hafið átt saman og ykkur ber bara að heiðra það, virða það, koma fram við hvert annað eða hvort annan af virðingu. Og kannski þetta tengingin sem á eftir að verða milli ykkar, sem svona sterk og falleg. Þessi líkamlega tenging. Ok, þá ætlum ég að taka næst spil sem að sýna svona ákveðna týpur. Og ég ætla að biðja ykkur afsökunar ef þið heyrið að ég að smjatta hérna á hálstöflu. Ég bara búin að vera ótrúlega rám í dag og finnst betra að vera með hálstöfluna heldur en að vera alltaf að hósta og ræskja mig meðan ég að lesa.
Ok, falleg spil þetta, endurfundir og leynd ást eða ást í leynum. Já, ertu að hitta hennan aðila aftur eftir langan tíma, kæri krabbi? Eruð þið búin að vera sundur? Hafið þið verið að hittast í laumi? Er þetta eitthvað sem að þú stefnir á með hinum aðilanum? Að koma þessu í verk? Það er spurning. Hinn aðilinn, hann fær hérna aðdáandan og The Crown sem að er sem sagt, oftast eldri kona, laus við allar skuldbindingar, sem er að þroska og efla sjálfa sig og sína hæfileika og býr oft yfir dulrænum hæfileikum. Kannski er þetta aðdáun hins aðilans að þér og hann hefur ef til vill í huga að tjá sig við þig, eins og kom hérna áðan að það vantar eitthvað eins upp á tjáninguna. Nú hann dáist kannski að þér í laumi og það er ef til vill líka það sem þetta spil er að segja, að það er einhverja tilfinningar í gangi hérna undir niðri sem er ekki búið að tala um. Og The Crown, ég veit nú ekki eitthvað íslenskt nafn yfir hana. Ég vil nú ekki ganga svo langt að kalla hana galdranorn, en þetta er svona þessi partur af sjálfu þér sem að þú getur í raun og veru ekki og hefur ekki tíma til að þroska með þér fyrir en að þú ert einn og laus við allar skuldbindingar og komin svona yfir þessi æviskeið þar sem að þú þarft að sinna öðrum. Þarna er komið æviskeið þar sem þú getur bara sinnt sjálfum þér og svona erkitýpan er kona komin yfir miðjan aldur. Það má vel vera að hinn aðilinn sé akkurat bara þessi lýsing eigi við hana. Nú eða eigi við þig, kæri krabbi, það getur líka verið. Og kannski er akkurat tími núna fyrir ykkur að rækta þetta samband þegar ekkert annað truflar eða togar í. Og þetta er fallegt hérna á báða bóga. Þá skulum við taka hérna sameiginlega fyrir ykkur. Ég les aldrei spilin á hvolfi. Ok, þarna er eitthvað varðandi húsnæði eða heimili sem er í fyrirrúmi. Það getur verið margar skýringar sem að eiga við, margar skýringar sem koma upp þegar ég skoða þessi spil. Það er eitthvað hér varðandi æskuheimili, hvort ykkar eða bæði er að fara að flytja aftur á æskuslóðir. Þið geta hafa þekkst í æsku eða verið búin að þekkjast síðan þau voru mjög ung eða ungir báðir aðilar. Það er hindrun hérna sem að stoppar eitthvað flæði og kannski er hindrun á flutningum, kannski hefur þú, kæri krabbi, ætlað þér að vera búin að flytja en hefur ekki tekist það ennþá og ert að bíða eftir rétta tímanum eða rétta húsnæðinu. Og eins getur líka bara þetta táknað hindrun á að þið getið farið að búa undir sama þaki ef að það er eitthvað sem stendur til.
Og það geta verið börn í spilinu sem að koma inn í það. Hefur þetta áhrif á sambönd þegar börnin þurfa að vera í fyrirrúmi og ekki alltaf hægt að fylgja því sem að við fullorðna fólki viljum gera. Við skulum halda bara áfram, taka hérna áfram spil. Já, það er einhver hérna að halda sér höndum og er ekki alveg tilbúin að fylgja flæðinu eða sleppa takinu. Þetta vill erta þú, kæri krabbi. Því fyrsta spili sem þú fékkst hérna var að sleppa tökum á einhverju. Þegar að loksins flæði fer í gang og fær að virka eins og það á að gera, þegar búið er að ryðja hindrunum og vegi, þá er hérna fallegt og jákvætt tilfinningaflæði á milli ykkar og það er eitthvað við það að geta aftur lyft ykkur að verða frjáls eins og þegar þið voru börn. Það er svona barnsleg gleði sem að tekur svolítið völdin, sem er bara jákvætt og skemmtilegt. Og það verður léttara eftir því sem á líður. Tenging ykkar og þetta samband sem að til vill ykkur dreymir að koma á. Þið munu ná því takmarki en þið þurfið sannarlega að sýna þolinmæði meðan að hlutirnir eru að þróast. Sérstaklega þetta varðandi húsnæðið. Við höldum aðeins áfram, já, kemur hérna aðskilnaðarspilið, separation. Annarkvort hafið þið verið báðir aðilar aðskildir eða það er aðskilnaður framundan og það er það bara tími fyrir ykkur til að líta inn á við og öðlast einhvern þroska sem að þið kannski ekki getið og meðan þið eruð í sambandi. Þannig að gera nýta tíman bara vel. Svo er hérna í sambandi við að taka aftur stjórnina í lífi sínu. Þegar þetta vill verið að, eins og ég sagði áðan, að láta lífið svolítið snúast aðra. Láta toga ykkur og teygja í allar áttir. Nú er komið tími til að fara að sinna sjálfum ykkur. Veit ykkur það frelsi sem að þið þurfi til að láta ykkar drauma rætast. Free yourself. Það er eiginlega það sem að hún er að segja okkur líka hérna, The Crown. Síðasta spili sem kemur hér til ykkar er að fíknir geta haft áhrif á rómantíska lífið ykkar eða sambandi ykkar. Hér er við að tala um meðvirkni. Meðvirkni er ákaflega lúmsk. Getur læðst inn hjá bestu fólki og stýrt í hvernig þið hagið ykkur og hvernig þið hugsið og ef að meðvirkni er í gangi þá bara ráðleggi ykkur að endilega gera það sem geti til að vinna ykkur út úr henni og tileinka ykkur heilbrigðari samskiptamáta. Og þar með munið þið líka öðlast betri líðan. Ef að annarkvort ykkar á fíknarstríða, þá er bara það sami upp á teningnum hér að leita sér hjálpar því að hjálpin er í boði. Ok. Svo er það spurningu tímasetningu. Hvort að hún táknar tímasetningu á hvenær sambandi kemst á eða eitthvað annað sem þið viljið spyrjum og þar er verið að tala að bíða. Þið fáið spil sem heitir bíðið. Það er þolinmæðin sem ég var að tala hérna áðan. Það er ekki rétti tíminn akkurat í augnablikinu, segir þetta spil. Eitthvað þarf að gerast, hlutirnir þurfa að þróast og þroskast. Og svo fáið þið hérna mánuðin nóvember.
Kannski gerðist eitthvað síðastliðinn nóvember í ykkar sambandi eða nóvember sem framundan að hann muni verða einhver svona úrslita tími fyrir ykkur. Kæri krabbi, það getur verið hvort heldur sem Þú átt ekki afmæli í nóvember en einhver annar gæti líka átt afmæli eða einhvern merkistíma. Og svo það síðustu spilin og þau eru svona bara ef þú ert með einhverju spurningu í huga þá þetta svona já, nei eða allt þar á milli. Kannski gæti skeð og ekki hægt. Ok, byrjaði svona frekar á jákvæðu nótunum en svo færðu þarna spil sem segir að það sé ekki mögulegt, not possible. Jæja, það spurning hvað þú hafi verið að spyrja hvernig þessi svör fara í þig. En hvort heldur sem þá vona ég að þú hafir fundið eitthvað sannleikskorn í þessum lestri, allavega haft gaman á honum og ég óska þér alls hins besta, kæri krabbi. Ljós og kærleikur.